Já, við höfum mælt sýni úr 2464 einstaklingum í heildina 5172 sýni sem leyfa okkur að svipaða með T-frumusvarið að kanna hvernig mótefnin breytast eftir því sem líður frá sýkingu. Við erum með talsverðan fjölda mælingum. Að mæla mótefni er flókið verkefni og mótefni hafa alls kyns eiginleika fyrir utan að vera mismunandi tegundum, IgM, IgG og IgA, þá eru þau á móti mismunandi próteinum í veirunni. Við erum með 2 meginflokka af mælingum, svokallar ELISA-mælingar sem mæla ákveðin tegund, til dæmis IgM gegn N-próteini. Og svo erum við með 3 mælingar á heildarmótefnamagninu, það er IgM plus IgG plus IgA, og það er mjög mikilvægt að vera með svona margar mælingar vegna þess að það útilokar, ef við fáum svona samræmi niðurstöðum, það útilokar alls konar villur vegna svona kerfisbundinna villa í mælingunum. Þessar mælingar gegn öllum mótefnunum hafa mjög góða eiginleika því leyti að ef þú varst ekki smitaður, þá var það mjög ólíklega til þess að gefa jákvætt svar og sömulegis langflestir af þeim sem voru smitaðir mælast með þessar sömu mótefnum, meðan stöku mótefnamælingarnar, ELISA-mælingarnar, þær eru líklegir til þess að gefa falsk jákvæðar mælingar og gefa líka talsvert meira falsk neikvæðum jákvæðum mælingum. Hérna er dreifingin á tíma frá smiti til hvenær sýnum var safnað og þið sjáum að við erum með talsvert af mælingum alltaf ári frá því að fólk smitaðist. Mjög stór hluti af þessum sýnum eru fólki úr fyrstu bylgjunni og náttúrulega öll sýnin sem hafa náð ári frá smiti eru tekin úr fólki sem smitaðist í fyrstu bylgjunni. Hérna er þróunin á mótefnamagninu í einstaklingum mælt frá tíma smits og til dæmis ef við tökum hérna uppi til vinstri þá er hérna 0-300 dagar liðnir frá smita með eldtali og þetta er IgM-mæling og þið sjáum að það fellur mjög hratt sem passar við hvernig mótefni hegða sér. Men ef við tökum öll hina tegundunum mótefnum, IgG, IgA, IgA og IgG, þá falla þau líka en falla mun hægar. Þetta er reyndar í talsverðu ósamræmi við hvernig þarna breiðu mælingarnar sem mæla öll mótefni saman hegða sér. Við erum hér með 2 mælingar gegn nucleocapsid N-próteininu, sem eru kjarnafrumunar, og 2 gegn spike-próteininu og við sjáum að hérna í efri 3 plottunum er hlutfall smitara sem mælast með mótefni og það helst vel yfir 90% allan tíman í þessum 2 mælingum á spike-próteininu, á mótefni gegn spike-próteininu, meðan mótefni gegn nucleocapsidinu er farið að þeim er aðeins farið að fækka sem eru með mælanlega mótefni gegn því og sömulegis minnkar örlítið magn mótefna sem þetta fólk er með gegn nucleocapsidinu, meðan magn mótefna gegn spike-próteininu helst hátt. Þetta er náttúrulega ósamræmi við þessu 2 mæliaðferðum og við teljum að það sé vegna þess að ELISA-mælingarnar þær eru að mæla frekar þú þarft ekki sérstaklega góða bindingu við próteinið til þess að fá mælingu en þessar breiðu mælingar sem mæla öll mótefnum saman krefjast mun nákvæmari bindingar og þetta verður benda til þess að mótefnin sem halda áfram að vera í líkamanum eru svona spesifiskari, þau bindast betur akkurat þessum sýktu en þau sem það byrjaði líkamannum meira mótefnum sem er ekkert sérstaklega nákvæm og svo verður það sem virkar það helst áfram hátt í líkamannum. Og að mörguleyti kemur þetta jafnvel óvart að þetta sé svona mikið af mótefnum ennþá í líkamannum ári eftir sýkingu. Við höfum alveg satt vonað að þetta væri að fara að minnka mun hraðar. Mótefnamagnið eykst aðeins með aldri, alveg svo og T-frumusvarið og það eykst líka með alvarleika sýkingar. Það er almennt mjög góð samsvörun á milli mótefna
magns og T-frumusvars. Til dæmis grænu súlurnar hérna, þá höfum við skipt fólki eftir hvað er mjög mikið af mótefnum og við mælum T-frumusvarið. Og til dæmis fyrir hérna S1, þá sjáum við það eftir sem var með meira af mótefnum ákveðnu, ég tók hérna breiða mótefnaprófið gegn S1 að þá vex T-frumusvarið. Og þetta er mikilvægt vegna þess að það var ein af kenningunum að fólk myndaði annað hvort T-frumusvar eða mótefnasvar. Og við sjáum í rauninni ekkert sem bendir til þess að það er almennt mjög góð samsvörun á milli T-frumusvarsins og magn mótefna í blóði. Til að taka þetta saman, að við sjáum breiðvirkt T-frumu og mótefnasvar sem mælist á flestum sem hafa sýkst af SARS-CoV-2. Við mælum fjölvirkt T-frumusvar sem hefur áður verið tengt við vernd gegn öðrum veirusýkingum. Bæði T-frumu og mótefnasvarið hafa þessi einstakleiti að hækka með aldri og auknum alvarleika sjúkdóms og það er yfir línuna mjög góð samsvörun milli T-frumu og mótefnasvars. Og ónæmissvar gegn SARS-CoV-2 eins og við mælum það virðist lítið hafa dvínað alltaf ári eftir sýkingu.